Sushi, alltaf ferskt. Netto. Eitt af stóru verkefnunum á þessu áru eru miklar breytingar á farangurkerfi flugstöðvarinnar. Á meðan að þær standa yfir, þurfa farþegar að sýna meiri þolinmæði en áður. Það hlýtur að vera verulega stórt verkefni að breyta farangurkerfi í flugstöðinni hérna. Hvernig gengur þetta? Það gengur mjög vel. Framkvæmdirnar byrjuðu 10. mars og verða í gangi alveg út í júní. Við erum í rauninni byrjuð með fyrstu 2 fasana sem að færa yfirstærðarfæribandið okkar og loka í rauninni helmingnum af innritunarborðunum sem að sést hérna fyrir aftan. Það þýðir í rauninni að við erum með 20 innritunarborð eins og þar sem við erum að innrita og höfum breytt uppröðinni í innritunarsalnum þannig að flesti farþegar sem að hafa tök á því fara í kíóska, sjálfsafgreiðslustöðvarnar og fara þá bara einungis í röð til þess að skila töskunum sinni af sér. Og með því þá í rauninni fáum við betra flæði í salinn og farþeginn í rauninni styttri tíma í röð heldur en að færi einungis í tékkin á innritunarborðunum. En þetta er mjög stór framkvæmd. Við vorum með 2 í rauninni aðskildar línur við farangurkerfi sem að skila töskunni alla leið út í vél. Eftir uppfærsluna verðum við með í rauninni 3 línur sem verður með svona hleðslujafnvægi sem gefur okkur betra rekstraröryggi. Því að það þýðir í rauninni bara ef eitthvað bílar í kerfinu þá er eitthvað leið fyrir töskunni að halda áfram út í vél án þess að það þurfi í rauninni mikið inngrip frá einhverjum öðrum aðila. Við höfum verið að sjá svo mikla farþegaaukningu að við töldum í rauninni ekki annað hægt en að fara í þessa framkvæmd núna fyrir sumarið svo við myndum ekki lenda í einhverju vesenni í sumar. Og fórnarkostnaðurinn er það náttúrulega bara páskatrafikinn sem er náttúrulega bara í þessu mánuði. Þannig að við verðum í rauninni með takmarkaðan innritunarsal í páskatrafík en við höfum verið að biðja fólk og auglýsa að koma fyrir og þeir sem eiga morgunflug, því álagið er mest á morgnana, að þeir sem eigi morgunflug sé að koma 4:30 í salinn. Og þá ætti í rauninni innritunin að opna fyrr. Það krefst óbúslega mikil samstarfs að hálfu allra rekstraraðila í flugstöðinni. Innritunin að opna fyrr, þau eru að opna 4:30, vopnaleitin uppi að opna 4:30 og verslanirnar uppi líka. Þannig að það eru í rauninni allir að hjálpast að til þess að gera þetta sem auðveldast fyrir farþega. Hefur þetta gengið vel það sem af er? Já, við höfum ekki enn sem komið það er náttúrulega bara næstu í mánuðir en það hefur ekki verið mikið tafir en eitt þannig. Morguntrafikinn hefur gengið mjög vel, við fengum 1 stopp daginn sem var í rauninni ekki út af þessu ástandi heldur bara eitthvað sem getur gert saman þó sem við varum með eina eða 2 línur en við höfum allavega ekki fengið mikið af kvörtunum frá farþega. Þetta er náttúrulega, þú sér það leið og kemur inn að það er eitthvað að vera og það sem hefur líka verið svolítið gott fyrir farþegan er að afgreiðsluaðilarnir eru með fólk á gólfinu. Þeir eru búin að færa fólkið sitt af innritunarborðunum á gólfið þannig að þeir eru að taka á móti farþeganum og beina honum í réttar átt. Þannig að þú kemur ekki inn og ert í rauninni alveg lost og þú allan að veist hvað þú átt að gera. Það er í rauninni aldrei neitt kannski sérstaklega mjög góð tími til að fara í svona stórar framkvæmdir. Nei, við höfum bara verið að sjá miðað við þessa farþegaaukningu að sikkoru megin við sumartíman er að vaxa svo hratt. Og þá náttúrulega líka í kringum jól og í janúar og ferðamannasíson er náttúrulega líka október og febrúar þegar allir eru að koma og skoða norðurljósin þannig að það er óbúslega erfitt að finna góðan tíma. Það er í rauninni sama hvenær við hefðum gert þetta og það er alltaf einhver röskun sem verður á sér stað hvort sem það er í farangursalnum eða einhvers staðar annar staðar í húsinu. Hvenær er áætlað að þessum framkvæmdum ljúki og hvað munu þær þýða? Sko, framkvæmdirnar eiga að ljúka í júní. Þessi fasi sem er í gangi núna, hún er líkur í miðjan maí og það þýðir bara að við opnum allt svæði hérna megin og lokum hinn megin. Þetta svæði er mun stærra, þannig að við erum í rauninni að fara að opna stærra svæði þó svo að fjöldi innritunarborða sé hins sami. Síðan í 5. júní þá verðum við með 32 borð opin og verðum með betra kerfi í rauninni heldur en við vorum með sumarið 2013.
sem þýðir í rauninni bara, og þá erum við komin með 2 línur sem að tengjast, sem þýðir í rauninni bara að þú getur dreift álaginu betur og líkurnar á því að kerfið sé að stoppa og farþeginn sé að upplifa eitthvað tafir verða miklu minni. Þannig að þegar þessu líkur þá verður þetta betra fyrir alla aðila, bæði ykkur framkvæmda aðilana og fyrir farþegana? Já, í rauninni þegar þessu líkur þá verðum við komið með heildstæðara kerfi og við verðum komið með meira rekstraröryggi. Það verður við minnku líkurnar á því að farþeginn upplifi eitthvað tafir og í rauninni reynum bara að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að farþega upplifuninni verði betri. Hvað þetta mörg flugfélög sem muni tengja Keflavík í sumar? Áætlanir gera ráð fyrir 18 flugfélög komið hér í sumar og stundi áætlanar flugferðir og við erum að vonast til að fá enn fleiri en það er ekki að lofa neina á þessum tímapunkti. Hvernig það að vinna markvitt í þessu að fá fleiri félög til þess að nota Keflavík? Já, viðskiptaþróunin hjá okkur, hún vinnur mjög mikið sama með bæði aðilum hér innanlands og erlendis og þetta flugfélögunum sjálfum. Ég er að reyna að sýna fram á að það er þörf á frekari flugleiðum og það eru fleiri markaðir sem eru mjög spennandi og þetta er bara stanslaus vinna allan ársins hring og það eru stórar ráðstefnur tvisvar ári sem Isavia tekur virkan þátt í líka og við reyna að byggja upp frekara leiðakerfi frá Íslandi. Það sem afur voru er búið að byrja núna Edmonton og Bergen og það er hjá Icelandair og Norwegian og EasyJet er að fara að byrja upp á Basel og svo mun bætast við frekar Genf og Vancouver hjá Icelandair auk þess sem WOW er að styrkja mjög þar áætlanleiðir sem þeir eru nú þegar á. En eru gömlu borgirnar, London og Köpen, ennþá langvinsalastar? Já, þær eru langvinsalastar og það hefur verið mikil aukning þar og mikil samkeppni. New York og Boston, mikil aukning þar líka inn og í rauninni Oslo líka kemur mjög sterk inn í sumar og það er bara við sjáum aukningu nánast á hverju einustu flugleið hér. Þetta þýðir tvennt, það eru fleiri útlendingar að koma til Íslands en þetta eru líka meiri möguleika fyrir Íslendinga að geta valið úr fleiri áfangastöðum til þess að fara til útlanda. Já, alveg án vafa og við erum kannski ekki að sjá mikla fjölgun á Íslendingum en þeir hafa náttúrulega mun fleiri borgir að velja og vonandi hagstæðari verð heldur en hafa í boði áður og við bara vonumst til þess að Íslendingar munu nýta sér þau tækifæri að fara og við erum yfir 70 áfangastaði frá Íslandi sem er ótrúlegt fyrir þjóð með svona fáa íbúa. Það er Birkir, vöxturinn hjá ykkur heldur áfram, nú er það Edmonton, maður segir bara hvað er næst? Á þessu ári eru að koma Edmonton, Vancouver og Genf og bæta við 3 nýjum flugvélum og fara upp í 21 vél, þannig að við erum að einbeita okkur á þessu ári núna og ná að uppfylla og fylla í það framboð sem við höfum. Ykkur gengur vel að selja mjög víða, það er út að segja það, maður horfir á hlutina svona sem neytandi líka, og í fjarska, þetta er bara endalaus vöxtur eða eitthvað? Já, okkur gengir vel að vaxa á síðustu 3-4 árum og við höfum séð ákveðin tækifæri á markanum yfir Atlantshafið, þannig að við höfum sett svolítið fókus á að bjóða upp á auknari tíðni fyrir farþega á milli Evrópu og Bandaríkjanna og fleiri áfangastæði og það hefur gengið vel. Og er fleira í pípunum? Ja, við erum í raun bara að skoða þá möguleika sem við höfum fyrir 2015 en við viljum vera nær sumrinu og sjá hvernig sumarið gengur fyrir sig áður en við tökum ákvörðun næsta ár. Hjá Rauða Kross-deild Grindavíkur hittast á hverju mánudegi hressar og vaskar konur sem að flokka og pakka fatnað sem að Grindvíkingar eru hættir að nota. Við kíktum inn til þeirra. Þær eru svo duglegar þessar sem flokka og ég tala ekki þær sem að pakka. Þetta er bara búið jöfnum höndum. Það lítið sem að safnast þá upp, náðu alltaf að klára þetta svona nokkurn veginn? Já, nokkurn veginn núna sko, þegar við hittum svona einu sinni viku þá nokkurn veginn náum við það. Og svo erum við, með sér búin að vera svo duglega okkur nú gefin efni og gagn. Og ég segi nú bara úr því hérna að tala við þig að það er afskaplega vel þegar þið einhver á gömul sænguvör og lög, 40 saumuðu bleiur, og það er fullt af konur sem að prjóna fyrir okkur og einhver sem horfir á þetta og heyrir að það er bara sjálfsagt að setjast niður og prjóna sokkavettlinga, það er alltaf vel fyrir. Það er einhvern veginn allt nýtt eða ekki, það er alveg sama hvað er sett í hólfið þar? Allt nýtt með að segja gardínur, við náttúrulega saumum ekki á gardínum en þær er farið í svo kallaðan tæting og það er svo selt erlendis og mig minnir að það hafi bara verið ansi góður peningur sem Rauði Krossin fekk fyrir það, þannig að þá aldrei að henda neinu sko. Hvað er nú það besta við að vera hérna saman? Já, það er náttúrulega, félagskapurinn er náttúrulega frábær. Það er bara agalega, maður hlakkar til að hverjum degi koma hingað.
Og svo náttúrulega og sko góð tilfinning að vita það með maður að láta gott af sér leiða. Mér skilst að þessi deild sé afkasta meiri heldur en á Akureyri. Nei, við erum jafnar Akureyri. Við erum jafnar Akureyri? Mér skilst að við séum jafnar Akureyri en við erum bara 3.000 þenni Grindavík en Akureyri 17.000. Svo við hljótum nú með íbúafjölda að vera ansans árið duglegar. Þetta svo skemmtilegt maður, þeir leiðist aldrei. Allur dagurinn annarkvort að gera heima hjá sér eitthvað eða fyrir Rauða krossinn eða hér. Hvað gerir þú þá heima hjá þig fyrir þetta? Ég reyna að prjóna, vettlinga og sokka og stundum húfur, barnahúfur og svona. Og þið hlægið mikið saman? Já, það kemur fyrir að við hlægjum svona. Já, við látum eitthvað vitleysu falla, segjum brandara hérna Birtuna sérstaklega, við erum svolítið svona aktívar í svona vitleysu. Við þakkum fyrir áhorfið en við mætum að viku liðinni með nýjan þátt frá sjónvarpi Víkurfrétta. Hægt að fylgjast með nýjustu fréttum frá Suðurnesjum á hverjum degi á vef Víkurfrétta www.vaf.is. Við þakkum fyrir okkur, verið þið sæl. Sushi, alltaf ferskt. Netto. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is. Það styttist í golfsumarið. Fréttir af golfi alla daga. Kylfingur.is